Já, við höldum áfram hér í föstudagstættinum og nú ætlum við að snúa okkur að íþróttum en í vikunni var lýst kjöri íþróttakarls og íþróttakonu Akureyrar og þau eru hingað komin. Viktor til hamingju, Viktor Samúelsson. Takk fyrir. Og já, þú varst nú ekki kjörin en dóttir þín, Bryndís, og til hamingju með hana. Takk fyrir það. Hvernig var þetta, hvernig tilfinning er það að standa þarna uppi og fá þennan heiður og titil? Bara mjög góð tilfinning. Er það ekki? Jú, bara... Ég spyrir svo í fegurðarsamkeppninni, kom þetta þér á óvart? Ég veit það ekki, ég var hérna á vanlega fyrra líka og ég svo sem var ekkert mikið að fylgjast með hvað aðrir voru að gera en það gekk allavega vel hjá mér á síðasta ári, þannig að ég svo sem kom mér ekkert mikið á óvart. Nei, förum að segja það. Þú ert í kraftlyftingum. Já. Og er langt síðan að þú ákvaðst að fara í þær? Ég keppti fyrsta skiptið þegar ég var 15 ára, ég er 24 ára á þessu ári, þannig að það er komin næstum 10 ár. Já. Þess að búin að keppa og búin að vera eitthvað að svona æfa sinni á 13 ára. Þannig að og alltaf kraftlyftingarnar? Já, allt og eitthvað, að lyfta eitthvað og já. Hvað sem kraftlyftingar eða einhverja styrktaræfingar eða eitthvað svona. Hvað er það sem er heillandi við það? Þetta er bara svona, þetta er rosa bein íþrótt. Þú bara tekur út það sem þú hefur lagt inn og auðvelt að æfa svona á eigin forsendum bara hvað sem sé fyrst bara einhver líksræktastöð eða núna einhverstaðar annars staðar. Já. Þetta er glæsilegur árangur. Bryndís þín er einhver staðar langt í burtu. Já, hvar er hún? Stundar náma á Hawaii, University of Hawaii. Já. Hún fór þangað núna í haust. Já, hún er sundkona. Hún er sundkona, búin að vera það síðan hún var 5 ára. Hvað ertu að segja? Byrjaði hérna í æfingum hjá Dillu og Karen og þá var erfiðast að ná henni á botninum. Segja þær, já, þá vildum bara vera í kafi. En hvað kom til? Af hverju fór hún í sundið? Af hverju fór hún í sundið? Já, sennilega því ég var í verkmenntaskólanum á þessum tíma og Karen Málmqvist var að kenna mér ensku og hún sagði að þetta var upplagt fyrir börnin mín og þannig að ég held að þetta er Karen bara að þakka líka. Já. Skemmtilegt, já. Við höfum enga tengingu við sundið sem slíkt. Nei. Og þið eru jafngömul, þú og er það ekki? Jú, Bryndís 24 á þessu ári. Er þetta svona flottur árgangur eða hvað? Já. Eitthvað í vatninu hérna? En þú segir hún er út á Hawaii. Já. Og hvernig fer það fram? Er það vegna þess að hvað henni hefur gengið vel hér á Íslandi? Já. Það er sérsagt eins og við búum nú vel hérna á Akureyri með fjölda íþrótta á aðstöðu og annað. Að þá bara þegar svona langt er komið, þá verður þau að líta í kringum þau og hérna sjá hvað aðrir hafa upp á að bjóða. Hvenær tók hún þá ákvörðun? Hvað er langt síðan það var? Það var 2010. Já. Þá ákvað Bryndís eftir 1,5 ár í menntaskólanum að flytti sér til Bergen í Noregi. Við höfum haft sundþjálfara á Akureyri, hana Sillu, sem að flytti sér til Bergen og hafði búið Bryndís að koma í æfingabúðir og sjá hvað Bergen hefði upp á að bjóða. Svo Bryndís ákvað að skella sér í það og 2011, system eftir áramótin 2010-11, flutti hún sér til Bergen og þannig kláraði hún menntaskóla. 2013 fór hún til Flórida og var þar í 2 ár í háskóla. Tók sér svo 1 ár frí og skellti sér svo til Hawaii til að klára háskólanám. Ertu búin að fara til hennar? Nei, ég er ekki búin að fara til Hawaii. Ætli ég neyðist ekki til að fara fljótlega. Þú bara alveg neyðist til þess? Já. Þannig að hún er búin að upplifa svo mikið og fá svo bara tækifæri gegnum íþróttina sína. Já. En eins og með þig, hefur þú verið hér á Akureyri að þjálfa alla tíð eða hvernig? Já, ég hef bara verið hér sko, alltaf búið hér. Já, kannski, það er ekkert að því. Nei, og kannski minna það líka í kraftlyftingum að það sé eitthvað svona atvinnumennska eða svona skólar sem hægt er að... Já, eitthvað svona. Já, er það þannig? Já, mun minna heldur en kannski í svona stærri íþróttum. Já. En ég bý mjög vel hérna á Akureyri, við erum með fínt félag og ég vinn hjá kraftlyftingafélaginu og þetta er svona eina sem ég geri bara. Já, og hvernig er að vera allan sólarhringinn með einhvern veginn í því umhverfi? Bara ógeðslega gaman. Gaman að einhvern veginn bara gera það sem ég langaði að gera síðan ég var krakki sko. Já. Og bara forréttindi að fá að gera það. Já. Og stendur alltaf á þetta? Þetta var það sem ég er svona, ég blómstar alltaf einhverjum styrktaræfingum og einhverjum svona púli frekar en þess að var í handbolta og svona, það var kannski það er meira gaman að því heldur en kannski handboltaæfingunni sjálfum. Og byrjaði að dunda mig við eitthvað að lyfta og einhver plataði mig á kraftlyftingamót og einhvern veginn bara aldrei snúið aftur síðan það sko. Nei. Er þessi tilfinning þegar maður getur það sem maður ætlar sér? Er það þá sem að adrenalínu klikkar inn? Já, og kannski að lyfta einhverju sem maður var búinn að reyna við áður og átti enga sensi og svo maður finnur það bara að maður er að gera eitthvað rétt sko.
Er þetta ekki alltaf eiginlega baráttan við að sigra sjálfan sig? Ég held að það sé bara hann í öllum íþróttum, sko. Er það ekki? Það er einhvern veginn öðruvísi, þarf maður að hafa önnur element í sér eða eitthvað annað þegar maður er í svona einstaklingsgreinum heldur en í hópíþrótt. Hver er munurinn? Þekkið þið það? Sé ekki bara ábyrgðin lendir alltaf á þér, þú getur ekki kennt neinum öðrum eða það gengur illa, sko. Já, það er það. En þá hlýtur að vera hin hliðin á þeim peningi að það er hægt að tala sig niður líka rætt ef að illa gengur. Þarf maður ekki að hafa sterkt net í kringum sig? Algjörlega. Og bara... Æfingafélagarnir skipta líka töluverðu máli. Já, þjálfarar og fólkið sem er í kringum hann, sko. Já. Og foreldrar örugglega. Já, og foreldrar... Svona fram eftir aldrei, sko. Já, ég held að það sé ekki spurning. Nei. En svona sem fyrirmyndir, nú þið, þið bæði náttúrulega mikla fyrirmyndir fyrir ungt fólk hérna á Akureyri. Hvernig er að hafa það hlutverk? Það er bara gaman, sko. Já. Og kannski finn ég ekki endilega mikið fyrir því, sko. En heldur þessi ekki margir strákar og já, alveg örugglega, sko. Fólk sem maður kannski hittir, sem maður aldrei hitt áður, sem veit hvað maður heitir og eitthvað svona. Svona ekkert ónýtt að heita þessu nafni, að heita Viktor, sem því Sigurvegari. Nei. Það getur ekki verið slæmt. Já, það er ekki. En hvað segir eins og hvernig sérðu hennar framtíð svona næstu árin? Já, Bryndís hún á eftir 2 ári viðbót við þennan vetur út á Hawaii. Og ég vona að hún klári námið sitt og þá er hún orðin 25-6 ára gömul þegar hún er búin með það. En 2020 er Ólympíuleikar aftur. Já. Þannig að hún er ekki búin að koma sér á Ólympíuleika en hann langaði svolítið í sumar og það gekk ekki alveg. Þó hún hafi staðið sig gríðarlega vel. En þá er Ólympíuleika samt ekkert eina málið. Það er náttúrulega bara eitt skref í einu og standa sig og vera að halda sig frískum og Þannig að hún á eftir, 2, 3, 4 ár, aldrei að vita. Er það ekki? Já, hún var nú orðin talsvert gömul þessi sem hætti nýlega, þessi allra frægasta sundkona, var hún ekki farin að nálgast fertugt bara. Já, alltaf ekki, já. Þannig að þetta er orðið svo afstætt kannski í dag. En þinn árangur, segðu mér aðeins svona bara hvaða árangrið þú náðir á síðasta ári sem að fleytti þér á pallinn. Ég á kannski helst heimsmeistaramótið í opnum flokki, þetta var fyrsta ára mitt núna í fullorðinsflokki, ekki í junior sem er 23 ára og yngri. Já. Og ég hafði raunin út þetta ár til að keppa í úlingaflokkinum en ákvaða að fara í opna flokkin og endaði í 7. sæti þar. Já. Í bara mjög sterkum flokki. Það var fyrsta sætið og annað sætið voru svona heimsmet, eða fyrsta sætið var heimsmet og annað sætið hefði verið heimsmet árið á undan, sko, þannig að þetta er svona... Já, vá. Þetta var alveg hörkuflokkur og skilaði mér í 7. sæti á heimslistanum í þeim flokki. Frábært. Hverju lyftirðu? Ég lyfti 1000 kílóum í þessum 3 greinum sem var 375 kíló í hnébeygju, 307,5 í bekkpressu og 320 kíló í 320 kíló í reststöðulyfti. Hvað segir það? 1 tonn í dag? Já, ég var búinn að taka einu sinni áður en ekki á svona stóru móti, sko. Vá. Þá lítur nú, sko, af því við erum nú með, sko, íslenskan mat á borðinu hérna sem er ykkur alveg frjálsa fólk. Já, ég er lítið í þorramatnum, sko. Þú ert lítið í þorramatnum. Þannig að maturinn lítur að skipta mjög miklu máli. Mjög miklu máli, líka. Já. Maður er í 120 kíló flokki, þannig að maður er alltaf í kringum það og verður að viðhalda því. Já, þú ætlar að vera 120 kíló? Já. Já. Og Berð þau mjög vel? Já, takk. Kannski ég er oftast meira en 120 kíló, það er kannski aðalega þessi á mótstæð sem maður er 120 slett. Já, ok. Þannig að framtíðin er björt hjá ykkur báðum og þetta er alveg frábær árangur og gaman að fylgjast með Bryndísi og þér í framtíðinni og bara gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir það. Og við höldum áfram hér í föstudagsþættinum eftir smástund.